Velkomin í podcastið Föngum viðskiptavinir saman hjá Key of Marketing. Ég heiti Ægir Bjarnason og með mér er Oddur Jarl Haraldsson. Hvað blessaður og sæll? Blessaður, þetta var frábært intro hér. Já, takk fyrir það. Búin að æfa mig oft mörgu sinnum. Við ætlum að vera með þetta podcast og já, vegna þess að okkur langar að taka viðtal við skemmtilegt fólk í markaðskerunum. Hvað er að gera, hvað er snuðugt að gera og bara svona nýjar fréttir og fræðslu. Já, þetta podcast verður bara til að fræða landan markaðssetningu og allt sem því tengist. Já. En nú það, vindum okkur í hvernig Key of Marketing byrjaði. Já, Oddur, ef þú kannski byrjar aðeins að segja frá því. Laga mækinu þess. Herri, Key of Marketing, við ég og Ægir eru búin að braska mikið saman. Ætlum að vera með veðmálasíðu og Ægir var að forrita hana í ykkur á mánuði og svo föttu að leifin og dæmið og bara allt í kringum þetta er sjúklega mikið vesen og við vorum kannski ekki alveg tilbúinir í svona stórt verkefni á þeim tíma. En við vorum, svo vorum við í úr því fórum við í dropshipping og svo vorum við með vöru á netinu tókum vöru af til þess bara AliExpress, settum henni okkar síðu og í rauninni hækkuðum bara verðin og markaðsettum hana betur og fengum sölu í gegnum síðuna okkar, pöntum þá á eða frá byrgjanum, frá AliExpress eða hvað sem það var og við lendum alveg í svolítið vesinni þar ég var að lendi í að ég var að fatna til dæmis fötum voru lítil voru göt á fötunum og kínverska stærðir og svona þannig að mikið refunds og PayPal var mjög leiðilegt við okkur og svona heita þetta eins og bara í öllu, það er erfitt í byrjun en já, svo, alltaf einhverjur erfiðleikar svo þetta kannski líka leiðilegt plattform, þú basically að leggja óna vöruna og fólk getur fengið vöruna annar staðar á betra verði. Já, nákvæmlega, það er engin vöru þróun eiginlega í þessu og þú ert ekki það er alveg hægt að gera þetta rétt að þú ert að panta vörur og fá góðar vörur og já, bara branda betur en þetta var svona, já, þetta var hljómaði miklu betur í byrjun heldur en þetta var. Brandaði betur, mér finnst ég nú bara að gera þetta heldur vel. Þú kannt ekki að branda fyrir 5 eura. Ég segi svona. En já, þannig það var svona, já, þetta var miklu erfiðar en maður bjóst við og leiðinda business model þar sem maður var að selja bara mjög lélega vörur og var bara mikið vesen í kringu það, miklu skemmtilega að búa til einhverju vöru sjálfur sem er mjög góð fyrir notandan og geta, já, í rauninni hjálpað notandanum og gert líf hans betra. En já, svo í framhald af því, hvað gerist þá? Hvað gerist þá? Já, við lærum náttúrulega mikið af þessu vorum á digital marketing sem það var þetta bara í rauninni það sem við vorum að gera og svo er vinafólk mitt sem að reka fyrirtækina heima og báðum að taka við samfélagsmiðlunni hefðum og ég gerði það og það bara fór mér vel og gekk mér vel og salan rauk upp og þessi taktik sem við vorum að nota virkaði greinilega líka heima og svona út frá því fekk ég kúnna bara svona word of mouth og þá ákveði að kaupa lénið Key of Marketing. Ég var búin að reyna að leita einhverjum nöfnum og það var allt upptekið og náði þessu geggjaða nafni Key of Marketing og já og þá svo svona í framhaldi á það var bara svona on the side, maður var ennþá eitthvað að braska í öðru og svo bara samar á fullt potential í þessu, við vorum að hjálpa að fyrirtækjum að stekka og auka neitsölu og meira og þannig ég heyrði Ægi eftir og sagði, förum joinaði mig maður joinaði mig maður við ætlum að gera þetta almennilega og Ægi ráð til í það og svona þú verður að hugsa þetta aðeins, ég var alveg búin að hafa hann í huga en svo maður svona var ég aðeins og gráðverðna í haustum á mig fyrst og sagði, já, ég veit allt eitt. Maður er gráður á þessu prósentur, sko. Já, en svo bara, joinaði
Ægir og við í október 2018 þá vorum við búin að vera saman í þessu búin að vera vinna hörðum höndum að koma þessu einhvern veginn að lappir og 2018 október þá stofnum við kennitölu og fluttum inn í Ármálan já og þá í rauninni já þú tekur þess boltan og segir hvernig við vorum að vinna þegar við vorum að byrja hvernig harkið var Harkið var harkalegt Nei Sko, við vorum já, keyptum kennitölu í október, fluttum í Ármálan í október 2018, þá vorum við búin að vera í bara bílskurnum hjá Oddi að taka myndbönd og vorum með, já, bara, vorum með einhverja svona glímidínur þar sem við settum saman, grænt lag yfir og notuðum það sem green screen og skrústykki til að skrúa síman á þannig að hann var í þrífóturinn já, það var svo þrífóturinn og svo var síminn það var myndaðilin en það var alveg virka og við heldum því svolítið líka áfram eftir að við komum hingað í Ármálan þá vorum við bara með síma svo vorum að taka myndbönd og þá var svolítið svona Ty Lopez style já, Ty Lopez style, taktingin var svolítið bara að bomba út og reyna að fá sem mesta athygli og vera bara pirrandi og fá bara, já og til að reyna að fá kúrna Svo þurftum við líka einhvern veginn að auka söluna, þannig við byrjuðum með námskeið og vorum með námskeið í bara í Ármálunum og það bara gekk mjög vel, byrjuðum að selja fullt af námskeið. Já. Og svo svona heldum við áfram, vorum með og fengum með einhverja kúnna í gegnum námskeiðin og svo svona vorum við farnir að sjá það, við vorum að fá miklu meira út úr því að vera með þjónustu fyrir fyrirtæki, þannig að við ákveðum svolítið að farast í stefnu. Já, bara fara nýja stefnu, hættum með námskeiðin og núna erum við svolítið svona bara 360 gráður stofa fyrir fyrirtæki og erum nú teymið inniheldur okkur tvo hönniði, birtingarstjóra og birtingarstýru og viðskiptastýru. Þannig að þjónustan er líka svolítið búið að breytast. Fyrst voru við svolítið bara í Facebook og Instagram, Google og Mailchimp auglýsingum. En nú erum við svona búin að bæta einmitt efnisköpnin inni og já, þannig það er svona búin að vera svolítið þróunin síðan við komum hingað. Já, mér langar að koma að sinna að vera pirrandi í byrjun. Já. Við vorum náttúrulega einmitt með lítið budget, með ekkert budget, þannig við vorum bara að hafðum ekki efnaninu production en eins og svoleiðis, þannig að við vorum bara svolítið að keyra á þetta og ákveðum bara að keyra á þetta og leiðir þetta svo bara í rauninni nafni okkar þegar við værum komin á þann stað sem við gerum svo en ég mætti segja að það hefði verið svona successin á þessari herferð hjá okkur mætti segja að við hefum séð það á Ímark 2000 í fyrra bara ekki 20, jú, bara í fyrra það var í fyrra þá að opnaði Dóri Ímark með að segja ég er Dóri Dína og ég er frá Key of Marketing og allir salur fóru að hlæja og já, það var alveg svona herri, ég veit virka þetta það var bara mjög gott sko, við allir hverju við erum og maður fer alveg ennþá, ert þú ekki frá Key of Marketing? Andlitið á okkur er búin að vera út allt á samfélagsmiðlum, ekki eins mikið núna og það var en það er svona já, einmitt og svo fórum við í rebrand í mars 2020, ekki? Nei, við byrjuðum það og svo rebrandi var svona í október 2020 þá löndsum við Já, og þá rauninni fórum við svona stefnubreitingar og passa hvernig efni við ætlum að gefa frá okkur nýja vefsíða og allt orðið bara einmitt svolítið eftir plani bara gefum ekki neitt frá okkur sem maður ekki ánægði með við vorum að taka hulsingu fyrir námskeiðinu og svo sagði við þurfum að gera þetta eitthvað hallarastætt og það segir já, takk þetta sólgleraugun setti við svona á þig og byrjaði að tala og ég gerði það og ég gat ekki svona hort á vídeo þetta það var svo vandræðalegt og það var alltaf fullt af skráningum með námskeið Já, nákvæmlega, við náttúrulega vorum bara að tala og fólk þekkti andlitið okkar og var farið að treysta okkur fyrir að kenna þeim á Facebook og Instagram En já, nóg það vindum okkur í ég ætla að taka Oddi hraðarspurningar Já
þar sem að Hvernig, erum við eitthvað intro fyrir það? já, settu ég eitthvað intro glæsilegt intro en ertu tilbúin? Já. Glæsilegt, hvað ertu lengi að keyra 90 km eða þú keyrir á 60 km á klukkustund? 5 klukkutíma. Coke eða Pepsi? Pepsi Max. Nei. Hugleiða eða lesa? Hugleista. Uppáhaldsmynd? Fast and Furious. Búm, allar bara. Já. Lýstu stafrænni markasetningu í einu orði? Mælanlegt. Hvað finnst þér óþolandi? Þegar krossarinn bilar. Já, vel við núna. Hvað drekkur á djamminu? G.O.T. Hver er helmingur á aldrinum þínum í dag? 12. Hvaða samfélagsmiðl verður stærstur eftir 10 ár? Wow. Wow, er hann til í dag? Já, það er svolítið svoleiðis. Ég bara misjand líka bara eftir við notum Facebook. Þetta eru hraðaspurningar. Segðu bara eitthvað. 5, 4, 3, 2, 1 Instagram. Já, ef þú mætti velja einn ofurkraft, hvaða kraftur ofurkraftur væri það? Að vera ósýnilegur. Já. Ef þú væri 3, hvaða 3 myndir þú vera? Ég veit ekki maður. Maple. Þetta er komið. Ok. Það er spurningar, key of marketing. Já, kannski segir þú græns bara frá því hvað við erum að fókusa á í dag. Það kemur að reka key of marketing. Já. Við Ertu að hugsa svo mikið? Ég er að hugsa svo mikið, sko. Við erum bara að fókusa á þjónustun okkar, gera hana betri. Já. Og aðalega grafíska hönnun og stafræna söluferla. Já, við erum með staffi, við lærum alltaf, tökum alltaf og lærum 1 eða 2 mótna í viku. Þannig að fyrir maður að segja hvað er nýtt í markaðsheiminum og það kemur að stafræna markaðsendingu og já, líka hefðminni og svo fara hönnuðinir og kíkja á okkur ný plugins og svona, þannig við erum alltaf svolítið svona up to date og passum okkur að staðan ekki. Já, nákvæmlega, það er einmitt svona, já, erum alltaf að bæta okkur og bara bæta þjónustuna, þannig við séum með betri þjónustu fyrir viðskiptavinnin okkar og já, bara ætlum bara á næsta árum bara að halda áfram að vaksa og dafna og já, gera allt enn betra. Já, þetta er svolítið búin að breyta síðan í byrjun þegar maður var með alla hattana, maður var svona aðeins búin að fækka þeim. Já. Maður er svona, það er mjög þægilegt að geta verið með stærra teimi í brainstorm og þetta bara að sinna þessu verkefnum. Já, algjörlega. Hvað já, þetta var nú bara svona stutt bríf kannski á okkur og svona introið í þættina sem við ætlum að vera með. Það verður bara stutt í dag, við vorum bara að vinga þetta, þannig að já, bara endilega fylgist með okkur og skráðu okkur á postlistan. Skráðu ykkur á postlistan og you better sign up. Tök. Já, bara takk fyrir að horfa og hlusta og eigið frábæran dag. Já, bye bye.